þessum valkosti í rauninni. Ein spurning, hvenær liggur fyrir hvaða valkosti verður valinn, loftlína eða jarðstrengur eða blanda? Þá þurfum við að fara upp, Jón, á díagrammið sem við vorum með, þannig að sem ég kynnti fyrst, tímaáætlunin. En umhverfismat getur tekið ár, 2 ár þess vegna. Það fer líka allt svolítið eftir hvernig, hvað kemur mikið athugasemdum, eða koma mikið athugasemdum þá þarf meiri frest til þess að svara þeim. Svo kemur kannski núna beiðni að meta eitthvað sem krefst mikillar rannsókna og þá lengist ferlið. En það sett upp svona ákveðin áætlun og það verður þá bara stopp, sjá hvenær hún Já, það segir okkur ekki mikið. Þetta tekur svona 1-2 ár. Og það liggur fyrir hvað leyfir valinn? Já. Við erum núna með drög að tillögu að matsáætlun, svo kemur frummatsskýrslan og svo kemur matsskýrslan sjálf. Þetta heljarna verkefni og það koma margir rannsakendur að þessu. En það sem búið að bætast við í þetta núna möguleikandi, það þessi jarðstrengir. Já, frá fyrri skýrslunni. Já, það var það sem málið féll á í héraði að skuli ekki vera að hafa metið jarðstrengina, sko. Hæstarétti, rétt. Og ef það á að fara að setja jarðstrengi allavega á þessum köflum, þá þarf náttúrulega bara að fleyga í gegnum hraunið. Og mér hefur alltaf fundist það svona frekar varhugavert, en sjálfsagt að meta það og leggja þá eitthvað mat á það bara. Takk. Það er svona frekar varhugavert, en sjálfsagt að meta það. Já, takk fyrir það, Ármann. En eins og þið eru með textan þarna, hvaða fellur undir þessa drögin í þessari matsáætlun. Ég ætlum ekki að fara að lesa það upp fyrir ykkur, en orðið er laust. Og takk fyrir útskýringar það, Ármann, það er gott að sjá þetta svona. Og ég get nú ekki annað en tekið undir með skipulagsnefndinni að liðir F, G og J verði felldir út með að við umfangið að fara hina leiðina. Og þetta er svo sem bara kynning, en orðið er laust. Ef það er enginn sem hefur hvað sér ljós, þá við berum bara upp að við gerum ekki athugasemdir eins og skipulagsnefndin, en hún hefur tekið undir þau sjónarmið að lagnaleiðir F, G og J verði ekki skoðaðar nánar þess að lagnaleiðir eru gegnum sérstaklega viðkvæm svæði. Þeir sem eru þessu sammála, þeir svolítið rétt hönd. Það er samhljóða. Jón, það bentar á, skemmtilega henni að þetta var matsáætlun. Þetta verður matsáætlun. Drög að matsáætlun, fyrsta lína í málinu. Drög að gráakassun. Já, ok, það er rétt þarna. Ég laga þetta hér. Já, ok. Það er gamalt að fyrirvændi kennara hérna. Við höldum áfram, við förum í mál nr. 2 undir deiluskipulag, það eru húsatóftir, eldisstöð. Deiluskipulag húsatóftir tekið fyrir eftir auglýsingu. Engar athugasemdir bárust og umsagnir frá Umhverfisstofnun og HES gáfu ekki tilefni til breytinga. Og skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagið verði samþykkt og að skipulagsfulltrúa verði falin tillaga ásamt greinargerð með endanlegri áætlun til fullnaðarafgreiðslu samkvæmt grein nr. 42 skipulagslaga nr. 123/2010. Ármann, vilt þú eitthvað koma upp eða einnig er orðið laust? Viltu kannski koma þessu upp ef að gjörðu svo vel? Já, sælættur. Þetta fjallar deiliskipulag húsatófta. Það er í rauninni verið að skilgreina núverandi mannvirki sem er á staðnum. Eins þá eru gert ráð fyrir byggingarreitum fyrir önnur stoðmannvirki. Það er ekki verið að bæta við eldiskerjum eða auka framleiðsluna. Það er matskilt og það þarf matskildu fyrirspurn fyrir það og það fer fyrir Skipulagsstofnun. Við erum ekki að tala um það hér.
Þetta er einungis bara stóðmannvirki og núverendamannvirki að vera að skilgreina þau. Og þetta er svona skipulag sem hefði bara mátt vera löngu búið að koma og hérna er búið að rúlla í gegn og engar athugasemdir bárust og í rauninni er bara gott að svona fagna því að þessi komið skipulag fyrir svæðið. Ef það eru eitthvað spurningar þá bara endilega skjótið. Þeir eru með eldi norðan með við Nesveg. Núna Matorka, þeir keyptu þetta svæði húsatóttir að dýrfisk fyrir 2 árum. Og Hefur komin með fiskar í já, í hérna eldið fyrir ofan. Já, svo dælar hann hann neyrir og það er stungið á hann og hann fluttur til Grindavíkur til nánari vinnslu og eins eru seiðin hérna niður frá í húsatóttum og þeim er líka dælt upp. Þetta er svona magnað kerfi hjá þeim sko. Hvernig er endurvinna líka vatnið. Núna er ég að tala um svæði sem er fyrir norðan Nesveginn sem er ekki innan deiliskipulagssvæðisins þó að tengist þessu einhverju leyti þá að endurnýta þér vatnið með að láta það renna milli kerja og dæla svo súrefni inn í hérna kerin jafnóðum. Svo þetta sé bara til fyrirmyndar sko. Takk. Já, takk fyrir þetta Ármann. Orðið er laust. Nú, þeir sem eru samþykkir sammála skipulagsnefnd og samþykkja deiliskipulagið, gjöru svolítið rétt upp hönd. Það er samhljóða. Það er 3. mál, það er óskverð. Skipulagslýsing fyrir nýtt deiliskipulag austan Hófsbrautar. Deiliskipulagslýsingin er undanfari deiliskipulags. Skipulagsnefndin leggur til við bæjarstjórn að lýsing að deiliskipulagi fyrir svæðið verði samþykkt samkvæmt 1. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust. Kannski við fáum Ármann til að segja okkur aðeins frá þessu og svara fyrirspurnum. Ármann, gjörðu svo vel. Það er bara það ég last. Takk. Já, þetta er sem sagt deiliskipulagslýsing eða lýsing að deiliskipulagi og það er, eins og ég talaði um áðan, þá er það undanfarið deiliskipulags. Það sem við erum að gera með þessu, við erum að segja hvaða svæði við ætlum að deiliskipuleggja, hverjir eiga að vera umsagnaraðilar, á hvaða tíma og hvaða aðferðir við ætlum að nota. Tilgangurinn með þessu ákvæði í lögunum, þetta var sett inn eftir á, þetta var sett inn í nýju lögunum. Tilgangurinn er að vekja bæði umsagnaraðila og almenning upp aðeins fyrr áður en að við byrjum að deiliskipuleggja og auglýsum tilbúið, drög að tilbúnu skipulagi í 6 vikur. Það verður seinna í ferlinu. Þetta er svona undanfari og hérna fáum við kynningu á því að hvar er verið að deiliskipuleggja og hvað. Það eru forsendur í alskipulaginu sem að við reynum að vinna eftir en það er alltaf deiliskipulagi sem að gerir svona nákvæmari útlistun á því hvernig hverfið er. Eins og hugmyndindar eru núna þá gerum við ráð fyrir blandaðri byggð af fjölbýlishúsum, raðhúsum, einbýlishúsum og ég hugsa að það passi bara ágætlega við svona þá lóðaflóru sem að við erum að verða upp í skroppa með. Og ég hveti ykkur öll bara til þess að taka þátt og íbúa líka að koma með athugasemdir og ábendingar hvað þeir sjá fyrir. Nefndin valdi þetta nafn á skipulagslýsinguna bara, þannig að ef það eru nýjar hugmyndir og við erum mögulega að endurskoða það nafn í nefndinni en ef það eru einhverjar hugmyndir nafn á hverju þá væri það bara velkomið. Hvað er nafn sem? Hópshverfi austur. Hópshverfi austur? Þetta er svona kannski tæknileg skilgreiningin á staðsetningunum bara í rauninni. Það er ekkert meira sem liggur á baku það. Þetta er austamegin sko. Það er til náttúrulega gata sem heitir Austurhóp, þannig að Þetta næra það í hornið á Moldaláni? Já, þetta næri yfir Moldalá, eins og er. Hvað er gert það fyrir að gera við það svæði? Við gerum ráð fyrir að klára deiliskipulagið og svo förum við í gatnagerð í áföngum eins og við höfum gert og Moldalásvæði var aldrei hugsað svona til frambúðar. Það endar þá með því að leigusamningar verða ekki endurnýjaðir og Já, ég meina, er eitthvað döfinni að skaffa annað svæði þá undir?
Ég þekki það ekki, nei. Ég þekki ekki til þess, nei. Ég hef verið ekkert svæði til reiðu. En þetta getur fyllt til dæmis deiliskipulagsferlinu, það kemur upp að ósk okkar eða annara að myndi vilja fá nýtt svona svæði og þá er þið bara að tekja á því. En eins og staðan í dag, þá er ekki gert ráð fyrir því. Fleiri spurningar? Ég mun svo taka fyrir sennilegast á næsta eða þannasta fundi drög að deiliskipulagi fyrir svæði. Þá er farið ofan í gatnagerðina og hústegundir og... Það er gert ráð fyrir leikskóla þarna? Já, heyrðu, það er gert ráð fyrir leikskóla þarna og hann er þannig staðsettur að hafa bara keyrt beint inn á þá lóð frá Hópsbraut, skiljið. Eins og áætlanir eru núna, þá gerum við ráð fyrir því að þú þurfir ekki að fara inn í hverfið til þess að fara í leikskólan. En aftur á móti þá þarf, ef þú ætlar að fara bíl í hverfinu, þá þarf að fara út úr hverfinu. Eða, við sjáum til hvernig það fer bara, það er nánar útlistaði í deiliskipulaginu sjálfu. Takk fyrir þetta, Ármann. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Byrja að þakka Ármanni fyrir yfirferðina á þessu. Hvetja þið til þess að setja þetta inn á heimasíðu bæjarins þannig að fólk geti gert sér grein fyrir því hvaða skipulagssvæði er verið að fara að vinna í. Og það skipulagssvæði sem er að fara að vinna í það nær frá Efrahópi og austur og niður að Austurvegi. Samt ekki alveg upp í Hestabrekkuna. Þetta er gert ráð fyrir 350 manna byggð í þessu og leikskólalóð. Við verðum samt sko að hugsa heildarskipulagið saman held ég núna með tengingunni við þær byggðir sem að verða svo næstar á eftir fyrir norðan núverandi í Hópshverfi. Og hvort þetta heiti ekki bara allt Hópshverfi, það verður svo bara komið í ljós. Þannig að við verðum núna höfum að fara í þetta, verðum að hugsa tengingar, að tengja þetta við framtíðar íbúðarhúsnæði norðar, þannig að við komum ekki og stöndum uppi eftir 10-15 ár og við hefðum sérlega nátt að huga þessu. Þannig að gleymum því ekki, verðum að hugsa til þess. Það þarf að vera að huga því að segja upp samningum við þá sem eru með aðstöðu í Moldalá. Þannig að það standist svo ekki á því svæði þegar við viljum fara í gatnagerð á þessu nýja deiliskipulagi og annað þegar drög að deiliskipulagi liggja fyrir. Þá ættum við að auglýsa íbúafund og kynna fyrir fólki og þá fáum við vonandi hugmyndir hverju ættum að breyta. Þannig að gleymum því ekki að fá íbúana með okkur í verkið. Og þakka þið fyrir í bili. Já, takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er laust. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég velti fyrir mér sko af hverju þessi reitur ekki tekin í rauninni allur þarna númer 5 og 6. Þetta liggur nú eiginlega þarna, mann finnst þetta nú vera svona eiginlega liggja það vel saman, þetta kemur hann upp í brekkuna og það þarf greinilega að hefði ég haldið að hugsa þetta í samhengi með aðkomu að þessu gatnakerfi og annað, þannig að og mér finnst það svona að vera frekar lítið svæði sem tekið fyrir í einu sko, þannig að þetta er svona tekur það langan tíma og svona kannski fá bara útskýringu á því af hverju það er ekki teknir þessi tveir reitir þarna sem liggja saman, hvort það hefur verið sé einhver ástæða fyrir því. Takk fyrir það, Páll. Herðu, Jóna Rut er næst og við kannski leitum svara á eftir hjá sviðsstjóra. Jóna Rut, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna þessu að það sé að vera að fara í þetta því það er mikil uppgangur inn í bænum og þörfin og nú er bara nánast flestallar íbúðalóðir farnar sem að maður hefur heyrt um. En ég myndi vilja setja athugasemd hvort það yrði ekki skoða líka að setja eitthvað smá verslunarrými á þetta svæði. Annarkvort á þá svæði 5 eða 6 eða jafnvel 7. Þannig að því nú verður komið stóra byggðarna eftir kannski 15 ár og þannig að íbúðarna geti farið í eitthvað svona smá verslun þannig að þið setið það allavega svona bak við eyrun þegar þið skoðið þetta að hafa eitthvað staðar svona vel miðsvæðis eitthvað verslunarrými fyrir íbúða. Takk. Takk fyrir það, Jóna Rut. Sviðsstjóri, hefur þú einhverja skoðun á því? Af hverju Páll er með fyrirspurn? Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Páll. Það er engin sérstök ástæða fyrir því. Byggðin er reitu niður samkvæmt aðalskipulagi í reiti 1, 2, 3, 4, 5, 6 og venjan er svo að deiliskipuleggja einn reit í einu og það er eiginlega eina ástæðan. Og ef við viljum taka 2 reiti í einu, þá er það bara alveg sjálfsagt. Það er rauninni ákvörðun okkar að víkka deiliskipulagsmörkin. Þetta er einmitt tilgangur með deiliskipulagslýsingu að vera ekki orðin tilbúin með eitthvað skipulag og svo að fara allt í einu að stækka skipulagsmörkin. Þetta er akkúrat tíminn til þess að velja skipulagsmörkin. Þannig að ég bara tek þessari ábendingu fagnandi og kannski að fá að sjá skoðun annarra bæjarfulltrúa á því og ég myndi bara ræða það í skipulagsnefnd. Er það ekki svona ágætis niðurstaða? Já, takk fyrir það. Orðið er laust. Nú ef það er ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs að þá Guðmundur, gjörðu svo vel. Og tekur Guðmund til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara taka undir hugmyndin hjá Páli að taka 5 og 6 saman í skipulagsferlinu. Það eru þá svæði fyrir 600-700 íbúa og það ætti þá að duga til 2030 ef að við forsendur í fjölgunum, spá í fjölgunum. Og þá er spurningin eigum við bara að láta Eflu sjá þetta eða ef að fá hugmyndir frá einhverjum fleirum? Ég ættum að skoða það og þá athuga það í nefndinni. Gæti verið að það náttúrulega kostar aðeins meira örugglega. Spurning hvort við fengjum skemmtilegri hugmyndir til að velja milli. En endilega 5 og 6 saman. Takk. Takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er laust. Það er svo sem áskorun það að, já, Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég fagna því að menn taki vel í það og því þetta er einmitt það svæði sem að maður hefur oft fengið fyrirspurnir á undanförnum árum hvenær eigi að fara að deiliskipuleggja þetta svæði því þetta er svolítið sérstakt svæði, þetta svona þannig í brekkunni og þannig að ég er alveg sannfærður að þessar lóðir, það verður mikil ásókn í þessar lóðir þarna þannig að það er það mörgum sem langar að koma þarna austur í Sæluna, austur í Þórkötlustaðahverfi og þetta komast þeir þó hálfa leið kannski. Þannig að varðandi kostnaði þá er ég nú alveg viss að það er miklu ódýrara að skipuleggja þetta allt svæði saman heldur en í tvennu lagi Fyrir utan að það tekur helmingi styttri tíma, ég er nú bara sannfærður það Og það verður svona, já, þannig að ég bara fagna því og hvet okkur til þess að bara að stuðla að því. Takk fyrir þetta, Páll. Nú, mér heyrist nú að þessi tillaga svona falli vel í mannskapinn og þá er ekki rétt að bæjarstjórn
setji fram bókun óski þess að þessi 2 deiliskipulög, erum við ekki að tala um 5 og 6, að þau verið bara tekin saman. 2 reitir. Ef við myndum setja saman bókun á það að ef að menn eru sammála því að taka 5 og 6 saman að þá greiða síðan bara það atkvæði. En orðið laust. Og hér tillagan komin upp. Tillagan svo lagt til að deiliskipi leggja reiti 5 og 6 saman. Og væntanlega þá að lýsing á deiliskipulagi fyrir þau svæði 2. Þeir sem eru þessu samþykkir, gjöru svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Ég var kannski bara að loka málin, en ef einhver vill fá orðið yfir þessu, ég held við höfum verið svona sammála en atkvæðagreiðslan er búin og menn eru sammála þetta. Og þá er búið að samþykkja það lýsingar deiliskipulagi fyrir þessi 2 svæði. Erum við að fara rétt að, Ármann? Já, ég er bara að spája, sko, svo við samþykkjum lýsinguna, svo ekki auðvist hana. Já. En það er bara samþykkt með áorðnum breytingum. Ok. Það verður ekki að taka hana aftur. Það er ekki þægilega. En ég þarf samt að kanna að kannski getur verið að við þurfum að taka hana aftur fyrir. En þetta er þægilega. Ok. Erum við sátt við það? Þá höldum við áfram. Það er mál númer 4. Það er Reykjanesvirkjun, það er breyting á deiliskipulagi. Tekinni fyrir óveruleg breyting á deiliskipulagi Reykjanesvirkjunar. Breytingin tekur til legu, lagna og heita á borholu. Orðið er laust. Og ef það eru engar spurningar. Já, kannski. Gjörðu svo vel, Ármann, þú kemur útskýrir. Takk fyrir. Takk. Þetta er óveruleg breyting innan iðnaðarsvæðis á Reykjanesi. Ástæðan fyrir að við erum að taka þetta fyrir hér. Já, kannski benda á það að þær breytingar sem eru á þessu skipulagi er ekki innan land Grindavíkur, heldur Reykjanesbæjar. En deiliskipulagi liggur á mörkum 2 sveitarfélaga og þá verðum við bæði að taka þetta fyrir í okkar sveitarstjórn og samþykkja. Ef að Jón kastar upp uppdrættinum, þetta gengur út á það að breyta lagnaleiðum og breyta heitum á borholum. Ég get ekki svaraði af hverju verið að breyta heitunum, en ég ger bara ráð fyrir því að það sé eitthvað fyrir bókhaldið hjá HS Orku þegar þeir breyta rannsóknarborunum yfir í nýtingarholur og svo framvegis. Ég ætla bara að benda á breytinguna. Já, það var talað að lögnin ætti að vera meðfram veginum og svo bara í texta. Sést ekki hérna. En þeir hafa ákveðið að breyta því að bæta hafa lögna hérna. Og svo er strengur í jörð með þessu. Þetta er innan iðnaðarsvæðisins. Og ég hef ekkert meira þetta að segja, það er bara, ef það er eitthvað spurningar þá bara endilega skjótið þið. Þetta er svona praktískar breytingar hérna. Þetta er hitalögn og svo rafstrengur. Já, takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust. Nú, skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja breytinguna miðað við skipulagslög 123/2010. Þeir sem eru því samþykkir, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það 5. mál, Efrahóp 28, fyrirspurn breyting á byggingarreit.
Erindi frá Einari Sveini Jónssoni. Í erindinu er óskað eftir breytingu á byggingarreit. En skipulagsnefnd telur að stækkun á byggingarreit sé það óveruleg að hagsmunir nágranna skerðast í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn, samanber 3. málsgrein skipulagslaga nr. 123/2010. En ef við ekki bara halda uppteknum að hættu og vilt þú kannski aðeins koma upp, Ármann, og segja hvað ræðir? Takk. Jóni fæði til þess að henda upp PDF 101. Nei. Það er þannig að sko, hefðbundið þegar að vera að breyta byggingarreitum eða götum eða öðru deiliskipulagi, þá er gerð deiliskipulagsbreyting, bara eins og rétt sem við tókum hérna fyrir áðan, þá voru þeir að breyta lagnaleiðum hjá Reykjanesvirkjun og gera þá óverulega breytingu og grenndarkenna hana. En hins vegar er til málsgrein í skipulagslögum sem segir að ef að breytingin er það óveruleg að hagsmunir nágrannans skerðast í engu, hvað varðar útsýni og innsýn og skuggavarp og nýtingarmöguleika á sinni eigin lóð, að þá er heimilt að veita byggingarleyfi og í þessu tilfelli samþykkt byggingaráforma þó að það standist ekki alveg á. Ég minni á að deiliskipulög er ekki hnitsett, þannig að það er alltaf ákveðin skekkjumörk og í þessu tilfelli er búið að gera mælablöð og þannig að þar af leiðandi eru orðin hnitsett. Sem sagt nágrannar eru þá með svipuð mælablöð og þið sjáu bara á myndinni hvað breyting þetta er, eða hvað er verið að víkja mikið frá byggingarreit. Þetta er mjög óverulegt og bundna línan, hún heldur sér, bundin lína í deiliskipulagi er sú hlið sem að húsið verður alltaf að vera í þeirri línu. Alveg eins og nágranni með húsið sitt í sín línu, en öll framhliðin þarf þó ekki að vera í bundin línu. Það þarf bara að vera hluti af því að mannverkinu. Ég ætla að benda á það hérna. Það er þá beina línan er alltaf bundin lína. Svo máttu ráða hvað þú ert innan byggingarreitsins. Og ef að skipulagsnefnd eða þið myndið telja að þessi breyting hefur áhrif á hagsmunum nágranna eins og með skuggavarp eða útsýni, og þá að sjálfsögðu förum við ekki þessi leið, en skipulagsnefnd telur þetta það óverulegt að hún er tilbúin að samþykkja þetta svona. Hvað er margir fermetrar? Ég veit ekki hvað þetta eru margir fermetrar, þetta eru 40 centimetrar. Já. Þetta er í rauninni bara útvegurinn, sko. Útvegir eru 22 cm. Ég er bara að spáði gatnagerð. Já, nei, sko, hann borgar fyrir alla reitin. Þó að byggi helmingi minna hús, þá borgar hann alltaf. En er hann ekki að fara út fyrir, hann stækkar reitin? Já, meira það, hann er að stækka reitin. Því miður þá verðum við að gera óverulega breyting á deiliskipulagi til þess. Og ég hugsa að myndi ekki einu sem svara kostnaði. En við erum að rökka svona 5.000 krónur á fermetr. Þetta er kannski fermetr, ef það nær því. Takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust. Nú ef það er enginn sem hefur passið hljóðs að þá þessi taka undir með skipulagsnefndinum að þetta sé verulega óverulegt og skaða engan veit útsýni, skuggavarp og fleira. Gjörðu svolítið rétt upp hönd. Það er samhljóða. Herðu, það er 7. mál. Það er Hólmasund 2 og 4, umsókn um byggingarleyfi. Beiðni um að byggingarleyfi frá Pure Icelandic Energy EHF. Skipulagsnefnd hafnaði erindinu vegna þess að mannvirki nær 1,4 metra út fyrir byggingarreit. Byggjandi óskar eftir því að bæjarstjórn samþykki erindi með þeim fyrirvara að teikningarnar verði lagaðar. Ármann, við kannski aðeins útskýra fyrir okkur og af hverju þetta er komið svona beint frá okkur en ekki aftur til ykkar. Sko, já, takk. Við fáum umsókn um byggingarleyfi, ég fæ, hún berst til mín og ég hef samband við hönnuðinn og benda honum á þetta og hann segir að svona þetta vera og þannig að ég þorði ekki annað en að taka teikningarnar fyrir. En svo kemur í ljós að það hefur orðið einhver misskilningur á milli hönnuðar og verkkaupa og hann hafði samband við eigandinn, eða sem sagt verkkaupi, eftir fund skipulagsnefndar, þar sem að erindinu var bara réttilega hafnað, náði út fyrir byggingarreit og við í rauninni bara gátum ekki samþykkt það, ekki svona mikið. Þá voru farin að þrengja að gatnamótunum og fleira.
Þannig að hann sendi mér erindi bara í kjölfarið á þessu og óskar eftir því að bæjarstjórn snúi ákvörðun skipulagsnefndar. Ég var búinn að hafa samband við formann, hann óskaði fyrst eftir því að fá að halda aukafund og ég hafði samband við formann og hann sá því ekki til fyrirstöðu, þannig að ég sendi tölvupóst á nefndarmenn og útskýrði þetta fyrir þeim, þannig að þeir eru upplýstir. Þetta var eina athugasemd sem við settum út á í skipulagsnefnd, en þetta er óhefðbundin leið, rétt hjá þér, Hjálmar, að skipulagsnefnd snúi svona mál, svona sérstaklega það sem þetta er afgreiðslumál. Það er verið að koma með eitthvað gögn og þau eru ekki rétt og þá er þeim bara hafnað. Þannig að ég myndi segja að þetta mál væri óhefðbundið, en ég legg það bara í hendurnar á bæjarstjórn að samþykkja þetta eða hafna þessu. Það er ekkert, ég veit að þeim er mikið um að fá þetta í gegn vegna þess að framleiðslan á húsunum í Portúgal fer ekki á stað fyrir að liggja fyrir samþykktar teikningar, stimplaðar. Og hönnuðurinn sá sér ekki fært að skila inn teikningu fyrir þennan fund, þar sem hann er staddur erlendis, en segist geta klárað þær í næstu viku, þannig að ykkur er að sjálfsögðu frjálst að bara hafna erindinu á grundvelli bókarans skipulagsnefndar eða þá að veita mér heimild til að samþykkja teikningarnar þegar það liggja fyrir þannig að þær séu innan byggingareits og nýtingarhlutfall rétt. Spurningar? Þannig að valið er bara algjörlega ykkar, sko. Þetta er ekki, já, þetta er óhefðbundið en Meirihluti nefndarinnar gerir ekki athugasemd til það að afgreiða þetta þannig. Nei, ég verð að viðurkenna, ég hringdi ekki á eftir svörum. Ég sendi bara tölvupóst og það eru 4 búin að svara. Ég skilja alveg ef að menn sé ekki mikið að lesa tölvupóstana sína dagstæðilega skipulagsnefndar tölvupóstana. Og ég bara hringdi ekki á eftir þeim, en meirihluti nefndarinnar er búin að sjá þetta og gerir ekki athugasemd. Herðu, takk fyrir þetta Ármann. Orðið er laust. Nú, óhefðbundin leið eins og við tölum en tími kostar peninga og annað og það er undir þessu að veljið að þess að verði lagað og sett innan nýtingarreitsins að það sem komi inn fyrir aftur og ég ger bara ráð fyrir að sviðsstjóri og byggingarnefnd fari yfir þá hluti þegar það er komið. Og þá er ekkert annað að bera þetta til atkvæðagreiðslu. Ég ætla nú að samþykkja þetta með þessum fyrirvara. Þeir sem eru samþykkir, það er samhljóða. Það er 7. mál. Það er Tangasund 5. Fyrirspurn íþróttasal. Já, hérna. Erindi frá HH-smíði. Í erindinu er óskað eftir leyfi til þess að hafa aðstöðu til hópþjálfunar á annarri hæð við Tangasund 5. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn erindið verði samþykkt með þeim fyrirvara jákvæð umsögn slökkviliðs, heilbrigðiseftirlits og vinnueftirlits. Skipulagsnefnd bendir á að sækja þar breytingu á byggingarleyfi fyrir framkvæmdinni. Þannig var það nú afgreitt, en orðið er laust. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég fagna því að það sé svona mikil áhugi hér í bæ til þess að gera íþróttasali. Þetta er sannkallaður íþróttabær. Og ég bíð bara spenntur eftir að verði komið það margir salir og stórir salir að sveitarfélagið þurfi ekki að vera að standa í þessu rekstri. Getum sparað okkur þá aurana. En þetta er nú ekki alveg svo gott. En ég bara fagna þessu og ítreka það bara. Það er ánægjulegt að það sé verið að, já, ég veit ekki hvort það er nú kannski aðeins ýkjur að segja að sé verið að setja upp íþróttasali í öðru hverju fyrirtæki. En allavega þá virðist vera eftirspurn eftir þessu og ég fagna því að það sé svona mikið vel eftirspurn eftir þessari líkamsrækt. Þannig að ég er nú í stóra salum 4 sinnum í viku, fullt af fólki. Þannig að
þetta er, þannig að það er óvægt að segja það, að þetta sé sannkallaður íþróttabær. Þakka fyrir það, Páll. Nú orðið er laust. Nú, ef það er engin annar, þá er bara að þeir sem eru sammála skipulagsnefndin að samþykkja þetta undir þessum, þar segja með HES, vinnueftirlit og og slökkviliðinu, ég má ekki glemma slökkviliðinu. Þeir sem eru sammála því, gjör svo rétt upp hönd, það er samhljóða. 8. mál, það er Gunnu hver, umsókn framkvæmdaleyfi. Erindi frá Reykjanes jarðvangi. Í erindinu er óskað eftir framkvæmdaleyfi við Gunnu hver. Framkvæmdi felur í sig gerð bílastæða, göngustíga og áningastaða. Skipulagsnefndin leggur til við bæjarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt samkvæmt 13. grein skipulagslaga 123/2010. Orðið er laust. Viljum við fá Ármann í pontu til að segja eitthvað eða erum við ekki með þetta á beinu? Ármann, gjörðu svo vel, komdu. Það er bara gaman af því. Takk, ég bið Jón að kasta upp hérna uppdrættinum. Þetta er búið að vera í fæðingu í allavega 1 ár. Við byrjuðum á að deiliskipuleggja svæðið og það var tekið fyrir hér ásamt Reykjanesbæ. Það liggur fyrir styrkur frá ferðamannasjóði ríkisins, held ég hann heiti. Og þetta gengur eiginlega aðalút á það að framkvæma bílastæði og göngustíga og áningastaði. Eins og ég hef sagt áður hérna þá tíðkast það núna í svona hönnun áningastaða en ferðamannastaða á Íslandi að draga bílastæðina aðeins frá staðnum. Þannig að það sé ekki rútur og bílar onni í upplifunarstaðnum og fólk þurfa að taka sér smá göngutúr og byrja kannski eins og þessu tilfelli að sjá og finna lyktina af hvernum og að verði meira úr ferðalaginu. Þetta verði ekki bara stopp í 10 mínútur, ein mynd á Facebook og burt. En hins vegar er gert ráð fyrir aðkomu slökkvibíla og hjólastóla. Svo er verið farið að gera upp pallana á svæðinu og göngustíga líka. Við ætlum að reyna að hafa, ég segi jarðvangurinn, við gefum það út að reyna að hafa göngustígana svolítið þrönga. Þá meina ég ekki með mikla fláa út í náttúruna heldur að reyna að ráta að skera svolítið í hraunið og í móan. Einnig verður fornminjum gert hátt undir höfðum með skiltum og svona stoppum. Ég er allavega bara hæstánað með þetta og ég gerir ráð fyrir því að framkvæmdum verði lokið bara snemma í sumar. Ein fyrirspurn. Já. Bílastæðina vestanverðu, verður þau ekki opin áfram? Við eittum peningi þau í fyrra og þurfum aðeins að laga það til að vera aðeins gert í þessari framkvæmd. Líka aðeins að snikka til bílastæðið og setja smá hlaðin vegg og þau verða opin áfram. En stærra bílastæðið verður hins vegar hérna megin. En líka með einu fyrirspurn, veistu þú hvort það verður það einhvers konar sala inn á bílastæði? Nei, ekki neitt. Þetta er bara göngustígar, bílastæði, punktur. Engin klósett eða neitt. Það er gert ráð fyrir þjónustumiðstöð við Valanhjúk og þannig er þessi tenging svona Valanhjúkur, Gunnuhver, Brimketill, Grindavík, næst. Og svo einhvers konar hringur svona sem að menn er að taka innan jarðvangsins. Ekkert gerði fyrir hestana. Nei, því miður. Þú voru að leggja þeim bara á bílastæðinu eins og aðrir. Binda á því næsta bíl. Já. Það er takk. Já, takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust. Nú þeir sem að samþykkja þetta frá skipulagsnefnd og samþykkja framkvæmdaleyfið, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Forseti óskar nú eftir að gera fundarhlé, stutt fundarhlé. Er það samþykkt?
Jæja, þá er lokið þessu örstutta hléi og við höldum áfram og það er 9. mál. Melhóll, jarðvegslosun, útboð. Lögð fram tilboð í rekstur á jarðvegslosunarsvæðinu við Melhóll. 2 verktaka buðu í verkið og tæknideild leggur til við bæjarstjórn að sami verði við lægstbjóðanda, L.S. Skúlason EHF, en tilboð hans var upp á 37.690.000. Nú orðið er laust. Er enginn sem að... Nei. Ég held að ég leggi þá til að þessu máli verði vísað til bæjarráðs. En orðið er laust, Páll. Páll, gjörðu svo vel. Nú ætla að koma með þetta strax. Já, það átti að koma með og leggja það til. Forseti, já, getur bæjarfulltrúar. Já, erum við ekki sem sagt að við erum nú aðeins búin að ræða þetta svona í fundarhléi en hérna erum við ekki sem sagt að fela bæjarráði að full afgreiða þennan samning. Þannig að við erum ekki bara að vísa þessu þangað, ætlum við bara að fela bæjarráði að afgreiða hann og ég get alveg að mínu leyti geti alveg fallist á það að fara þannig í málið. Já, takk fyrir það, Páll. Orðið er laust en það sem að út að stendu, það er kannski svona smá hnökrar sem að við erum svo sammála og það er til að hér að málið er fært til bæjarráðs til fullnaðar afgreiðslu. Þeir sem eru því sammála ekki eru svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. 10. mál. Grindavíkurhöfn. Öryggismál. Samráðshópur öryggismál á hafnarsvæðum telur aðkallandi öryggi á gatnamóti Ránargötu og Seljabótar. Orðið er laust. Nú, Páll, gjörðu svo vel. Sætlaði nú að... Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta málið búið að vera svolítið til umræðu þarna í hafnarstjórn og þessi gatnamót niður við höfn, Ránargata og Seljabót. Menn eru sammála það að það minnkaði nú hættan þarna við að breyta því sem er búið að breyta, sem sagt að gera innstefnu þarna alveg niður á höfn frá þessum gatnamótum og niður á bryggju og hérna breyta réttinum, aðalréttinum, færa niður á Seljabótina, en það hefur hins vegar kallað á önnur vandamál að hraðinn er gífurlegur, er mikill þar á milli, eða sérst yfir þessi gatnamót og það er mikil umferð gangandi vegfarenda þarna yfir þessi gatnamót, þannig að menn hafa haft miklar áhyggjur af því þarna á þessu svæði að það geti farið illa. Þannig að ég fagna því að það sé komin þarna tillaga og þetta er eftir þennan þetta er sem sagt afurð eftir að þessi öryggishópur sem var stofnaður af það sem komu fyrirtæki þarna á svæðinu og fulltrúi frá hafnarstjórn og frá bænum, auk þess sem að hérna skipulagsnefndin hefur komið að þessu máli. Þannig að hins vegar er skissan þarna eins og hún er. Það er svona talað að það sé ein breyting á henni, þannig að ég gerir alveg ráð fyrir að það sé verið að samþykkja þá tillögu. Já, það er bara í rauninni fjármagnið, svo sækjum við framkvæmdaleyfi og kemur þetta aftur inn. Þannig að það er
þessi viðauki sem hefur verið að samþykkja og í grunninn þessi skissa þarna með breytingum aðeins á aðkomu þarna. Það er peningi að Já. hanna á. Þannig ég fagna því og trúi því að við séum að þarna í rauninni að byrgja brunnin áður en barnið dettur ofan í. Já, takk fyrir þetta Páll. Nú orðið er laust. Ef ég man rétt að þá fengum við þetta nú inn á bæjaráð. Og ég held að allir getur verið sammála um það að það er þetta er mikill umferðarhorn og sér í lagi í hádeginu. En ég minna á það, sá mikli hraði sem er þarna, hann kemur líka út frá þeim fyrirtæki sem eru með starfsemi sína á höfninni. Þannig ég ítreka það að þetta er líka heimatilbúin vandi. Þegar menn að fara út á viðlagasjóð og annað, þá er keyrt hratt. Þannig að svona aðeins að beina þessu til föðurhúsana með hraðan. En vissulega gera ráð fyrir því að setja þarna gangbraut frá Vísi og yfir að bílastæðinu, breyta innkominu þar og setja hann aðeins vestar. Það held ég sé mjög góður öryggisþáttur. Og kannski væri ágætt að bara byrja á því áður en við förum að setja einhverja eyju og sjá hvernig vegfarendur bregðast við. En þetta er svo sem í höndum nefndarinnar og mér sýnist nú þeir hafi bara öll hinn bestu áform uppi og þekki þetta vel enda þeir þar. En orðið er laust. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, bara svo ég skilji þetta rétt, við erum nú búin að taka þetta áður fyrir í bæjarstjórn. Við ræddum þetta held ég á síðasta eða þarsíðasta fundi. Þá eru alls konar hugmyndir í gangi og er ekki rétt minna hjá mér að við vísum þessu aftur til hópsins til frekari vinnslu. Hér liggur fyrir skissa af einhverjum tillögum og hvað ætlum við að gera? Erum við að ákveða það eða erum við að ákveða að taka þetta í bútum eða bara svo ég áttum á því hvar ætlum við að halda áfram með þetta mál? Ég er í rauninni áskætt í fjármagnu núna og auðvitað hef ég átt að vera búin að breyta tillögunni fyrir þennan fund sko, en það sem ég mun gera í framhaldi af þessu er að láta laga tillöguna, fara í þá nánari hönnun og svo óska eftir framkvæmdaleyfi fyrir þessu. Og er það aðgerð fyrir öllu sem liggur fyrir í þessari hugmynd? Já, og þá fer þetta aftur fyrir öryggisnefndina og skipulagsnefnd og svo hingað. Þannig að þá ætti lokateikningin að koma fyrir næst eða þar næst áður en að þau farið í framkvæmd. Okay. Og ég bara ég ykkur afsökunar á því að hafa ekki uppfært skjalið með við umræðar, en ég man alveg hvað fór hérna fram og veit alveg hverju þarf að breyta og bæði umferðaröryggis samráðshópurinn og skipulagsnefnd fá gögnin áður en að það eru farið í framkvæmd. Þannig að þessi fundur snýst að veita fjármagnið í að halda áfram. Ok, takk. Takk fyrir þetta Kristín María. Nú orðið er laust. Nú, ef það ekki fleiri hvassir hljós, þá er það spurningum að samþykkja að upphæð 4.350.000 í verkið og eins og sviðsstjóri sagði áðan að þá þarf nú eitthvað að laga þessa hönnun en fyrir okkur stendur að samþykkja þessa fjárhæð. Þeir sem eru samþykkið því að samþykkja til umferðaröryggis á hafnarsvæðinu, gjörðu svolítið rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það mál númer 11, húsnæðisáætlun, undirbúningur og gerð. Lagður fram upplýsingar frá ríkisskattstjóra fjölda fjölskyldna í Grindavík sem falla innan skilgreinda tekju- og eignaviðmiða samanber reglugerð nr. 555/2016 stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæði, sjálfseignarstofnanir og almennar íbúðir. Fram kemur að það eru 507 fjölskyldur af 1400 sem falla innan þessara marka en það gerir 36,2%. Nú orðið er laust.
Ármann, gjörðu svo vel. Já, takk. Þetta kemur fram 507 fjölskyldur en í rauninni er þetta 507 skattframtöl vegna þess að segjum bara ef að ég byggi heima á mömmu og pappa og þá myndu mamma og pappi skilja inn sínu skattframtali og svo ég mínu. Þannig að þetta geta verið 2 einstaklingar saman, hjón, sambúðarfólk. Já. Já, einmitt. Og einnig að benda það að þetta eru bara fyrir 26 ára eldri og þá 67 ára. Og ég er orðinn 27 ára þá að ég lítið út. Þannig að í sumum tilfellum getur þetta verið einstaklingar. Mér fannst það rosalega há tala þegar ég sá hana fyrst og brá svolítið en ég kannski svona aðeins eftir að hafa meldt þetta og þá sé ég meira þess að það er sko heildarpúlían er 1400 en það er bara 1100 mannvirki í sveitarfélaginu. Þannig að þú veist, ég var ekki alveg að skilja hvernig þetta passaði. En það geta að sjálfsögðu verið fleiri en einn og einu heimili sem skila inn skattframtali. Og við erum svona í kringum landsmeðaltalið en aðeins undir Suðurnesjum. Og þetta eru þessi mörk, þessi tekjumörk, mér minnir að þessu rétt tæpa 5,5 milljón ári og til viðbótar bætist við þarna ég þurfti að fletta upp eða vilja fá að vita nákvæmlega 1,6 fyrir hvert barn sem að þau eigi þannig að og ef það er hjóna sambúðarfólk þá er það 7,5 milljón og svo bætist við rúmlega 1,5 fyrir hvert barn þannig að við tökum dæmi hjón með 2 börn þá mættu heildartekjur vera rétt að bara 11 milljónir samt myndu við falla undir þessi viðmið. Þetta eru tölurnar sem við ræðum og það eru gera breytingar á reglugerðinni á hverju ári og það er þá annaðhvort vísitölutengt eða launavísitölutengt. Það er búið að gera eina breytingu og þá eru þessar tölur hækkaðar þannig að ég á von á því að í sumar eða haust á komi ný hækkun og svo framvegis. En þetta myndi ég segja svona lokahnykkurinn í húsnæðisáætluninni eins og hún er en það á náttúrulega endurskoðun einu svona ári og með heildarendurskoðun á 4 ára fresti þannig að svona rosalega lifandi skjöl þegar bara þau mega sjálfsögðu taka breytingum við endurskoðunina og verða í rauninni lifandi. Þetta er bara okkar húsnæðisáætlun og þetta er fljótt að breytast í þessum bransa. Ég átti engar einbýlishúsalóðir í síðustu viku og nú var ég nokkrar og þetta er svona ég hef engar parhúsalóðir núna en svo ég hef örugglega 8 eftir 2-3 mánuði og svo erum við að deiliskipuleggja hverfi og það getur tekið hálft ár eða 1 ár eða 1,5 og svona. Þannig að þessi húsnæðisáætlun við þurfum alltaf að endurskoða hana reglulega. Þetta er sem sagt svar við 2 spurningum sem að bárust síðast við gerð húsnæðisáætluna. Það er meðal annars hvað eru margir innan sveitarfélagsins sem að falla undir tekju- og eignaviðmiðin. Og ég man ekki hver hinn var. Það var reyndar henni var svarað held ég á síðasta bæjarstjórnarfundi. Spurningar? Já, takk fyrir það Ármann. Já, það getur komið en Kristín Meri, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir þessa yfirferð Ármann. Ég hnaut svolítið þessa tölu. Mér fannst þetta svolítið hátt hlutfall af því að þetta eru þær tölur sem við erum búin að bíða eftir af því að ég segi bara fyrir mitt leyti að spennt fyrir þessu verkefni og fannst svona vera mögulega einhver leið fyrir okkur að bjóða í Grindavík fyrir fólk sem að væri innan ákveðna tekjumarka og hefði kannski ekki svigrúm í að vera að kaupa sér dýrar fasteignir eða byggja. Ég vissi mér langar aðeins bara að segja ykkur frá því að því að svo við erum komið með þetta, húsnæðisáætlun náttúrulega lifandi plagg, en síðan þurfum við náttúrulega að skoða okkar samfélag og sjá hvað við getum gert fyrir þá sem hér vilja búa. Við erum bara því miður að lendi því að fólk úr sveitarfélaginu að því að það hefur ekki húsnæði. Ég hafði samband við forseta bæjarstjórnar í Sandgerði af því að þeir eru að nýta sér þessi ákvæði í lögunum um stofnframlög til svona leiguheimila og langa aðeins að heyra í honum hvað þeir var að gera. Og þeir eru núna að fara að byggja, þeir eru með 2 verkefni í gangi hér, annars verða að byggja fyrir Þroskahjálp og síðan eru þeir með verkefni í gangi þar sem þeir sömdu við Bjarg sem er leigufélag sem er að byggja upp víðar á landinu. Þannig að þeir eru sjálfur sér ekki í rekstri en veita stofnframlag og eru í rauninni að gera 5 íbúðir
í þessum kjarna og ætla að taka eina íbúð hjá sér undir félagsþjónustuna. Og þarna inn kemur þetta leigufélag og síðan eru þau með BSRB og ASI inn í þessu. Því að við vitum að við auglýstum og reyndum að fara í þetta verkefni og ætluðum að fá einhverja aðila til þess að fara í þetta, en það var nú ekki mikil eftirspurn, enda er þetta svona non-profit, þetta er ekki hagnaðarsjónarmið, heldur er þetta svona öryggisleiga fyrir þá sem á þurfa að halda. En ég segi bara fyrir mitt leyti að ég held að við ættum að heyra aðeins meira og betur í Sandgerði og heyra svona aðeins hvernig þeir eru að gera þetta, því þeir ná niður kostnaði líka, þetta leigufélag, af því að þeir eru að gera eins hús allt land. Þannig að það þarf ekki að vera að borga sérstaklega fyrir einhverja hönnun eða teikningar eða annað. Og ég var líka svolítið, spennt að vita, eru þið að reka þetta? Hann sagði, nei, við erum ekki að reka þetta. En þeir eru með einhver 15% kostnað í þessu verkefni. Og hann talaði líka að því að þetta er bara hluti sem við verðum að fara að skoða, að svæðið er að vaxa í Grindavík, það er að vaxa rosalega mikið á Reykjanesinu og í næstu viku eða þar næstu viku þá er málþing á vegum svæðisskipulagsnefndar, það sem á að fara í þessa hluti, það sem sveitarfélögin á Suðurnesjum þurfa bara að fara að skoða þetta svolítið heildstætt. Hvernig ætlum við að bregðast við því að hér sé vaxandi þörf fyrir húsnæði og hvaða leiðir eru færar, og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum bara alvarlega að íhuga að skoða allavega. Og ég fekk svona aðeins gleggri mynd af þessu því að við höfum oft verið að velta fyrir okkur hvernig eru það að snúa sér í þessu, hverjir eru að sjá þetta, er þetta sveitarfélög sem eru í rekstrinum eða einhver aðrir og það væri gaman líka bara að heyra frá þeim hjá Bjargi hvort að þeir sjáu eitthvað í og við væntanlega það gætum þá fundið einhverjar lóðir fyrir svona kjarna. Ég meina, svo spurði ég hann hvernig fór það að þessu, af því að við höfum oft velt fyrir okkur, auglýstu þið eða hvernig funduð þið þörfina, og hann sagði við mátum það náttúrulega bara út frá því hvernig þrýstingurinn var á félagslega kerfið. Við sjáum náttúrulega atvinnuuppbyggingin er mikil, þannig að þeir efast bara ekkert að þessar íbúðir, það eru nokkið margar, 5 íbúðir, þær fari í leigu. Þannig að mér finnst það svona eiga að vera næsta skref hjá okkur með þessar tölur að kanna þetta allavega. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við viljum byrja að þakka Kristín Maríu fyrir að fengi þessar upplýsingar frá Sandgerði. Það er gagnlegt að fá að heyra þetta. Þegar ég skal alveg viðurkenna þegar ég sá þessar tölur, hún sló mig svolítið. En á sama tíma staðfesti grunninn eða í rauninni vissu mína að það væri, maður veit alveg að það eru stór vandamál á húsnæðismarkaðnum og svona umræðan hjá okkur innan hóps hefur verið og það sem við höfum fengið úr þessum litlum viðræðum sem við áttum með ákveðna aðila væri að það væri í rauninu svo lítill hópurinn sem gæti nýtt sér þetta úrræði, en núna erum við að fá það staðfest að það er bara alls ekki. Og jú, þetta er að koma töluvert að íbúðum á markað núna, vonandi verður farið í fleiri fjölbýlishús sem fyrst. En staðreyndin er líka svo að leigumarkaðurinn orðinn rosalegur gróðramarkaður og vandamálahópurinn og þeir sem eru í stórum vandræðum er einmitt þessi hópur sem er á leigumarkaði en kemst ekki sanngjarna leigu. Og þess vegna er rosalega mikilvægt að stuðla að vexti þessara svokallar non-profit sjálfseignarstofnana, sjálfseignarstofnana og gera það sem við getum til þess að fjölga íbúðum sem eru á viðráðanlegu verði og gera fólki kleift til dæmis að leigja og vera á sama tíma að safna sér fyrir eigin húsnæði eða vilja fyrir hendi. Það er líka varanlegt húsnæði sem eyðir óvissu fólks sem er stóri vandinn. Þannig að við verðum að gera eitthvað meira. Við megum ekki láta þessar tölur og þessar upplýsingar núna sem við erum bara búin að safna leyfi svo liggja. Við eigum að leita lengra greinilega eins og Sangirsbær hefur gert til dæmis, kanna grundvöll fyrir einhvers konar verkefni í samstarfi við þá aðila sem eru nú þegar starfandi á þessu markaði og sjá hvort við getum ekki gert enn betur því þetta er stórt vandamál og ég held að þó við séum að renna út þessar lóðir núna þá erum við ekki að fara að leysa vanda ákveðin hóps með
þeirri uppbyggingu. Takk. Takk fyrir þetta, Marta. Og orðið er laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, á ég bæði fulltrúar. Já, ég tek undir það að fjöldinn er meiri heldur en ég var búinn að gera mig grein fyrir, þó svo að þessar tölur skekkja hans myndina með við fjölda íbúða og svo fjölda uppgefina þessi skattskýrslu. Þannig að þetta er ekki alveg 300-500 íbúðar. En við erum að fara núna í deiliskipulagsvinnu. Við erum búin að útluta því sem að við höfðum. Þá er spurning hvort við getum ekki tekið frá lóð eða húsnæði undir svona litlar íbúðir í þetta verkefni. Ég held að það sé alveg mjög góð hugmynd að gera það núna í framhaldinu. Þá erum við tilbúið með það í vor. Þó svo að gatnaframkvæmdir sé eftir, en þá er það inn í skipulaginu okkar. Lóð undir svona starfsemi. Ég held að meiri verkefni í pokan Ármann til þess að vinna til skipulaginu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Já, ég vil nú að segja, komið svolítið óvart þessi tala, 500. Það var nú ekki alveg á hreinu hvort þetta væri fjölskyldur eða einstaklingar. Þannig að ég trúi því nú að þetta stæði nú betur hér heldur en annar staðar. Þannig að ég set svo svona spurningamerki við hvernig svona þessi tölfræði er fengin, eða þessar tölur. En í samaburði við önnur svæði, að þá er þetta svolítið sláandi. Við stöndum reynda betur hérna heldur en Suðurnesin í heild, en að við skulum vera svona undir eða yfir landsmeðaltali, það eiginlega slær mig svolítið. Þannig að það hringir þá einhverjum bjöllum að við þurfum eitthvað að gera okkur í brók hérna og huga þessum málum og taka þau bara föstum tökum. Við höfum nú verið svo lánsöm hérna í Grindavík að við höfum haft hérna talsverða breytt svona í byggingaverktökum. Við höfum haft byggingaverktaka þetta sem hafa byggt vönduð og dýr hús og svo höfum við haft byggingaverktaka sem hafa svona einblínt meira á að byggja lítil og ódýr hús. Þannig að við höfum verið í tiltölulega góðum málum hingað til, þannig að við erum svolítið breytt í þessum húsnæðismálum. En að við skulum vera svona yfir landsmeðaltali, það slær mig svolítið og hvet okkur öll bara til þess að taka þessi mál föstum tökum og við erum einmitt að fara að deiliskipuleggja, þannig að ég held að það liggi bara beinast við að hafa það í huga þar, þannig að en við þurfum greinilega að taka þessi mál alvarlega. Já, takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Nú, ef það hafi ekki fleiri hvassi ljós, þá höldum við bara áfram og förum í næsta mál. Þetta eru upplýsingar frá ríkisskattstjóra sem við fengum hér og voru til umræðu. Það er 12. mál, það eru reglur og gjaldskrá, gatnagerðargjöld. Það var smávægileg breyting sem var samþykkt í bæjarráði. Breytingar taka til 7. greinar. Fannar, ég er kannski að biðja þig aðeins að koma hérna upp og segja hver breytingi var. Svel, Fannar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er eins og forseti sagði, þá er búið að taka þetta mál fyrir áður, þessa samþykkt og bæjarstjórnin hún á fundi sínum rétt fyrir jól 19. desember samþykkti plaggið með áorðnum breytingum. Í framhaldi var það sent til birtingar í stjórnartíðindum
En það kom í ljós við yfirferð þar að það hefði óvart verið settur þarna inn svona texti eða tilvitnun í lög sem átti ekki við lengur. Þeir komast nú að því sjálfur þarna hjá embættismenn stjórnartíðinda að þetta hefði þurft eiginlega að breyta lögunum líka hvað þá varðaði, en það kannski skiptir ekki öllu máli, þannig að það var innboðið að fælla þetta út og senda nýja tilkynningu. En fyrir þann tíma þá hafði komið upp umræða hérna, kannski svolítið óformleg, að það kynni að vera óeðlilegt að í 7. grein þá væri gert ráð fyrir því að gatnagerðargjöld skyldu bera dráttarvexti jafnvel þó að veittur hafi verið greiðslufrestur sem að frekar lýst svo í þessari 7. grein. Það er sem sagt þannig að það er gert ráð fyrir því að það sé hægt að gera sérstakt samkomulag sem kveður á skilmála og greiðslukjör, en engu að síður þá skuli gatnagerðargjöldin þrátt fyrir þessa samninga eða samkomulag bera dráttarvexti, og þetta er bein tilvísun reyndar í lögin, þannig að það var ekkert óeðlilegt að þetta væri þarna inni. Og við athugum komið ljós og það voru fleiri sveitarfélög sem höfðu þessa klásúlu þarna. En svona við nánari skoðun að þá fannst fólki þetta óeðlilegt að það væri verið að semja yfirleitt og samt sem áður kemur á þetta dráttarvexti, þannig að það var gerð það tillaga í bæjarráði núna 23. janúar held ég megi segja að breyta þessu ákvæði og fella út þetta dráttarvaxta ákvæðið þarna sem að ég var að nefna, og þannig breytt liggur þessi samþykkt núna fyrir á nýjan leik og er þá sem svo til umræðu. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Fannar. Nú orðið er laust. Ég held að þarna hafi nú bara verið smá yfirsjón og svo sem lifandi plagg en bæjarráð vísaði þessu. Já, Páll, gjörðu svo vel, lengi von á einum. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég fagna því að þessu skuli nú vera breytt. Þetta var alltaf byggilega bara yfirsjón og mistök. En ég saknaði svolítið að í þessari breytingu hafi ekki verið svona eitthvað, komið með einhver skilaboð svona þessa skilmála. Hvaða skilmála hugsa menn sér? Hvað eru menn að hugsa í því? Því flóran er talsvert mikil og vaxtaprósenta er svolítið breið. Erum við að hugsa menn þetta sem er yfirdráttarvexti, venjulega yfirdráttarvexti. Ég fór hérna inn á Arion banka og kíkt á töfluna þar og yfirdráttarlán fyrirtækja eru 11,9%, yfirdráttarlán einstaklinga 9,5%, dráttarvextir 12%. Þannig en svo eru hérna óverðtryggðir kjörvextir 6,5%. Það er yfirdráttur námsmann 8,2%. Þannig að þú veist hvernig hugsa, mér finnst að við þurfum að hafa einhverja svona allavega að það sé komið fram hérna á fundinu svona hver vilji bæjarstjórnar er, að það sé ekki bara ákvörðun þá fjármálastjóra sem að þarf að senda út eða semja eða bæjarstjóra hann þarf vantarlega að hafa eitthvað í huganum sá sem þarf að semja. Þannig að ég hefði viljað sjá þarna að það væri eitthvað álag á einhverja meðal hérna er óverðtryggðir kjörvextir til dæmis 6,5%. Einhverja almenn, það er einhverja aðrir sem kunna kannski orða það betur, en ég hefði nú lagt til að við allavega menn hefðu einhver skilaboð hvaða kjör þeir í rauninni mega semja fyrir hönd bæjarstjórnar. Takk fyrir þetta, Páll. Það var nú kannski meðal annars sem að við breyttum þessu. Þetta var dottið í dráttarvexti, ef mér minnir rétt. Það lá fyrir samþykkt frest, en samt vorum við farin að reikna dráttarvextir á eindaga. En
Og það getur vel verið að við þurfum að setja inn bara einhverja vexti eða annað. En ég ætla hins vegar að leyfa fjármálastjóra Grindavíkurbæjar að svara. Gjörðu svo vel, Jón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og lögin segja þá aðalreglan í þessu að gatnagerðargjöld þau falla í gjalddaga við úthlutun lóðar og eindaga 30 dögum síðar. Og síðan það kveðið á það að ef ekki greitt fyrir eindaga þá ber krafan dráttarvexti frá gjalddaga. Þetta sem sagt aðalreglan. Síðan veitir þessi grein okkur heimild til að semja eitthvað meira og þá gerum við ráð fyrir því að ef menn ætla sér að semja kröfuna þurfa þeir að koma áður en hún farin að bera dráttarvexti. Það að segja, þeir þurfa að koma innan 30 daga frá því að þeir fengu kröfuna eða sem sagt frá gjalddaga kröfunar. Þá höfum við haft á verklagsreglu, ef menn koma sem sagt til að semja, að menn fá að skiptast í þrennt. Og greinin tekur til að þetta að hámarki í 4 mánuði. Þá yrði samið þannig að menn yrði að greiða 1/3 innan 30 daga frá gjalddaga. Það að segja, bara eins og krafan í rauninni bar upphaflega. Næsta greiðsla yrði þá 2 mánuðum síðar, sem sagt 2 mánuðum frá gjalddaga og 3. greiðslan 4 mánuðum frá gjalddaga. Þannig að menn eru ekki að fá öll gatnagerðargjöldin lánuð hjá bænum í 4 mánuði. En svo náttúrulega þetta dráttarvaxtar ákvæði dottið út, en kröfurnar bera samt vexti ef menn kom ekki til að semja. Það svona, var þetta nógu skýrt? Takk. Takk fyrir þetta, Jón. Páll, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka Jóni fyrir þetta og þetta allt saman klárt og þessar bara sanngjarnar reglur. En dráttarvextir eins og ég las upp hérna áðan eru svona kannski þarna eru þeir 12%, en svo yfirdráttur, hann kannski 11%. Þannig að sko, bara gott að heyra í mönnum, sko eru menn, ég held að hefðin hafi verið svo að það hafi verið það sem að, kannski getur Jón svarað því, hver verklagsreglan hefur verið í því, að hvort að það sé samið þá á 12% vöxtum eða 11 eða yfirdráttarvöxtum eða einhverjum venjulegum kjörvöxtum. Já, þú sagðir engum vöxtum. Það vaxtalaust þá bara. Ok, já. Það kannski hérna, en það bestu kjörin sko. En það má taka fram, þetta hugsað fyrir einstaklinga sem að fara byggja einbýlishús eða parhús. Þannig að já, þá skil ég það þannig sko. Þannig að það vaxtalaust, já. Það sjálfsögðu þurfa menn að koma að semja fyrir eindaga, það segir sér nú alveg sjálft. Þannig að, en eini, já, þá það bara skýrt að þetta þá vaxtalaust og ég fagna því bara. Við hvetja, þetta svona ákveðin þá hvatning og liðlegheit fyrir ungt fólk og alla í rauninni til þess að fara út í að byggja. Takk fyrir þetta, Páll. Orðið laust. En það akkúrat málið. Þetta snerist akkúrat það að það eigi að vera hvetjandi fyrir einstakling að fara að byggja og þetta gríðarlegur kostnaður sem fyrir einhverja og gatnagerðargjöldin þetta jafnast út og þessi dráttarvextir sem við gerðum mistök með farnir út. Þau breyting á 7. grein? Þeir sem henni samt... Ja, Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kannski glemdi einu máli hérna að það þá velti ég fyrir með þeir sem hafa lenda þarna milli vita, ef svo má orðið komast. Ég veit að það hafa aðilar lent í því að það var að fá úthlutaða lóð á byggingarnefndarfundi áður en í rauninni
áður en í rauninni nýja reglur hafa verið samþykktar í bæjarstjórn og svo fengi reikning áður en að sá bæjarstjórnarfundur hefur verið haldinn, senda reikning fyrir það að greiða fyrir eindaga og reikningu dagsettur í rauninni daginn fyrir bæjarstjórnarfund og svörin voru þá bara þau að það væri bara dráttarvextir frá gjalddaga. Þannig að svona einhverjir ég vildi bara allavega vekja máls á þessu og kannski hvort að hvernig menn vilja tækla það þá. Takk fyrir þetta, Pál. Ég eins og ég segi, þá lá þetta svona fyrir og með breyttum reglum sem eru nú breyttar í annað skiptið. Við fyrstu breytingar voru, var það ekki í desember, þá hlýtur það náttúrulega bara sanngirnisregla að við dæmum út frá þessu, hafið þið greitt einhverja vexti að við greiðum tilbaka, það er minnst mín skoðun. En það er svo sem ekki alveg til samþykkt þegar upp hér, ég tel að bara réttlætismál, Páll, að það sé leiðrétt miðað við núgildandi reglur. En orðið er laust. Nú, ef það er ekki fleiri, að þá þeir sem samþykkja breytingur á reglunum, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það 13. mál. Það er svokölluð stofnun öldungaráðs og þetta er erindi frá félagi eldri borgara í Grindavík. Nú, það er lögð tillaga hérna fram samþykkt fyrir öldungaráð. Þetta kom fyrir bæjarráð sem vísar þessu hingað til bæjarstjórnar og orðið er laust. Samþykkti fyrir öldungaráð Grindavíkur. Nú, ef enginn hefur hvað sér ljós og þið eru með reglurnar þarna fyrir framan ykkur, þá bara ber ég þetta undir atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkið þessum reglum, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það mál númer 14. Nýbygging björgunarsveitarinnar. Styrkbeiðni. Lögð fram beiðni um útgreiðslu styrks vegna nýbyggingar björgunarsveitarinnar. Á fundi bæjarstjórnar númer 469 þann 29.12.2016 bókaði bæjarstjórn eftirfarandi. Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að veita björgunarsveitinni styrka fjárhæð 7 milljónir króna. Útgreiðsla styrksins verður í nánara samkomulagi við björgunarsveitina. Þessi styrkur hefur ekki farið út og nú eru þeir að þetta er í raun og veru samþykkt og bæjarráð samþykkti útgreiðslu styrksins og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka við fjárhagsárið 2018 að fjárhæð 7 milljónir sem verði tekið að handbæru fé. Þetta var búið að samþykkja og bæjarráð samþykkir og sendi boltann til ykkar en orðið er laust. Nú, ef enginn hefur hvað sér ljós, þá þeir sem eru samþykkir verði tekið að handbæru fé, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það mál númer 15. Það er brú lífeyrissjóður, breyting á a-deild sjóðsins. Hér er nú heilmikil lesning og annað. Þetta var nú örlítill kostnaður á bæinn en svo sem lá í pípunum. En ég ætla að biðja fjármálastjóra Grindavíkurbæjar að koma þessu svona í mannamál eins og hann best getur. Gjörðu svo vel, Jón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi þetta samkomulag að ef við förum aðeins yfir söguna, að þá var það 19. september 2016 að Bandalag háskólamanna, BSRB, Kennarasamband Íslands og svo hins vegar fjármála og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og Samband íslenskra sveitarfélaga
gerðu með sér þetta samkomulag skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna og markmið samkomulagsins var að reyna að samræma lífeyrisréttindi á almennum markaði og hinum opinberra. Þannig að aldurstenging réttinda yrði grundvallarregla kerfisins og lífeyristökualdur skyldi hækkaður í 67 ár og þetta gert til þess að reyna að stuðla að sjálfbærni kerfisins. Þannig að lífeyrissjóðurinn gæti átt fyrir sínum skuldbindingum. Og síðan í desember 2016 voru samþykkt lög eða breyting á lögum lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Lögunum breytti í samræmi við þetta samkomulag og þessi lagabreyting hafði áhrif á A-deild Brúar lífeyrissjóðs þar sem að flestir starfsmenn sveitarfélaga eru. Þessi breyting kallaði á viðbótarframlög frá sveitarfélögum eða þar að segja launagreiðendum af því að við tryggingafræðilega úttekt þá stóð sjóðurinn ekki undir sínum skuldbindingum, átti ekki eignir fyrir skuldbindingum. Og þá var tvennt til, annars vegar að auka eða hækka mótframlag sveitarfélagana inn í lífeyrissjóðinn og mótframlagið er núna 11,5% og í desember 2016 lá fyrir frumvarp þar sem að gert var ráð fyrir að mótframlagið gæti hækkað í alltaf 20%. Þannig að þetta var verulega hækkun. En samkomulagið náðist þarna áður en frumvarpið var samþykkt, þannig að það var fallið frá því. Og niðurstaðan er svo að það er einskiptis framlag frá sveitarfélögunum miðað við tryggingafræðilega úttekt á sjóðunum þann 31. maí 2017. Og niðurstaðan er svo að menn töldu þessa aðferðafræði að fara þessa leið, þar að segja einskiptisframlag heldur en að fara að hækka iðgjöldin, að þetta væri hagstæðari leið. En framlag sveitarfélaganna skiptist í 3 sjóði. Fyrst er jafnvægissjóðurinn, hann er ætlaður til að mæta halla á áfallinni lífeyrisskuldbindingu A-deildar eins og hún er 31. maí 2017. Og framlag launagreiðenda í jafnvægissjóðinn er skipt hlutfallslega á launagreiðendur eftir iðgjaldaskilum þeirra frá stofnun sjóðsins til 31. maí 2017. Svo er það lífeyrisaukasjóðurinn, honum er ætlað að mæta breytingu á réttindaröflum sjóðsfélaga í A-deild til framtíðar. Framlag launagreiðenda í þennan sjóð er skipt hlutfallslega á launagreiðendur eftir iðgjaldaskilum frá 1. janúar 2017 til 31. maí 2017. En þau iðgjöld taka mest mið af framtíðarskipan sjóðsins. Og síðan er það varúðarsjóðurinn, en honum er ætlað að standa til vara að baki lífeyrisaukasjóðnum. Ef tryggingafræðileg staða lífeyrisaukasjóðsins samkvæmt árlegu mati verður neikvæð 10% eða meira í 5 ár, eða haldist hún neikvætt samfellt í að minnsta kosti 5% í meira en 10 ár, skal leggja höfuðstól varúðarsjóðsins að hluta eða heild við eignir lífeyrisaukasjóðsins. Og framlag launagreiðenda í varúðarsjóð er skipt hlutfallslega á launagreiðendur eftir iðgjaldaskilum frá 1. janúar 2017 til 31. maí 2017. Og framlag Grindavíkurbæjar samkvæmt þessum aðferðum er 240.659.817 og með þessu framlagi þá ætti ábyrgð sveitarfélagana á lífeyrissjóðnum að falla niður og hann þarf bara að standa sjálfur undir sínum skuldbindingum. En gert er ráð fyrir sem sagt að við greiðum þessar 240 milljónir núna, en stærstur hlutinn af því fer inn í efnahag sem fyrirframgreiddur kostnaður og er gjaldfærður á annars vegar 20 árum hvað varðar jafnvægissjóðinn og 30 árum hvað varðar lífeyrisaukasjóðinn. Þannig að áhrif á rekstur 2017 gæti verið numið alltaf einhverjum 70 milljónum til viðbótar öðrum lífeyrisskuldbindingum. Þetta er svona það sem ég ætlaði að segja. Takk. Já, takk fyrir þetta Jón. Nú orðið er laust. Nú
Og ef það er engar spurningar nú þessu, já, Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held að þetta séu miklu hærri tölur heldur en nokkuð gat órað fyrir. Við vissum að það væri von á þessu og mér finnst mjög dapurt og jafnvel lélegt að þetta skulle ekki hafa verið komið á hreint fyrir áramótin þegar sveitarfélögin voru að gera sína fjársáttun. Algjörlega út úr korti að það skulle ekki hafa verið keyrt á henni að afgreiða þetta fyrir heldur en að koma með þetta miðjan janúar, 15 dögum eftir að það er 15 dögum á nýju ári. Þannig að það er mjög lélegt fyrir þá sem að þessu unnu. Segið það og standu við það. En það er alveg klárt að við þurfum að standa skil á þessu og sem betur fer getum við það. Og það er náttúrulega merki sterkar stöðu bæjarsjóðs. Og því ber svo sem að fagna í sjálfu sér. En þetta er náttúrulega til þess að gera upp, eins og Jón fór yfir, tap eða innistæðulaus sjóð hjá brú. Þannig að við tökum þessu, ekki fagnandi, en með svona samanbeitið. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er laust. Og ef það er ekki fleira á mælendaskrá þá er eins og ég sagði, þetta var samþykkt í bæjarráði og sent hérna á bæjarstjórn. Þeir sem samþykja að fela bæjarstjóra að undirrita það, jafnframt samþykki bæjarstjórn að greiða til lífeyrissjóðsins 240.659.870 krónur og þær verða teknar af handbæru fé. Þeir sem eru þessu samþykkir gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Nú, þá gerum við svolítið stutt fundarhlé og þetta var síðasta málið, fyrir liggja fundagerðir og við hættum beinni útsendingu.